Já, gott fólk, erum við stilt á FM 957 hér á þriðju degi. Það marsmánuður og ég ekki með á hreinu nákvæmlega hvaða dagsendingar í gangi. Það skiptir ekki öllu máli. Þeir eru við stilt á... Nei, ekki stilt neitt. Þetta Pétur Jóhann Sigfússon sem þetta talar og eflaust margir sem að... Hvá við, býttu nú við. Pétur Jóhann Sigfússon, er miðvikudagur? Nei, það er ekki miðvikudagur. Það er þriðjudagur. FM 95 Blöð hefur hafið gangu sinna og Blöð er ekki heldur hérna. Hann er ekki á móti mér. Heldur hver? Það er hinn síkáti Sveppi Krull. Síkáti Sverri Þór Sverrisson alltaf kallaði Sveppi Krull og fótt í A-maður. A-maður, heyrðu. Og við erum þetta tveir, einir, bara í dag. Já, og það er mjög skemmtilegt. Þetta er bara, þú veist, þetta eru þvílík forréttindi. Já, það er líka allt öðru í þessu orka hérna. Það er allt önnur, þetta er svona afslappað og rólegt. Já, og þetta verður það svolítið næstu 2 tímana, afslappað og rólegt. Já, við höfum verið í þessari stöðu áður. Já. Við höfum verið með þáttinn 2 áður, já. Já. Og þá vorum við bara svona spjallam daginn og einn. Já, ég kann vel við það. Opnuðum hérna síman, tókum inn hlustendur í svona hálftíma held ég. Já, við ættum að gera það til dæmis. Ræða málin. Já, gefa eitthvað drasl. Já, gefa hvað, já, við getum gefið eitthvað. Er ekki eitthvað sem við getum gefið? Já. Nú, við ætlum samt að þessi þáttur verður öðru sér heldur en síðast þegar við vorum 2. Við erum búin að vinna smá undirbúningsvinnu og skemmstur að segja að þátturinn er stútfullur. Já, við erum búin að vinna. Við mættum snemma í vinnuna. Já. Og við erum búin að undirbúa okkur. Við erum búin að undirbúa okkur og það er barma fullt skip að leggja úr vör hér. Skipið heitir Sveppi. Þetta er diskóskútan. Þetta er diskóskútan. Diskóskútan. Sko, ég ætla að sjá slúðrið. Já, þú það kemur hérna á eftir. Já. Ég ætla að sjá sturlaðar staðreyndir. Já. Það er alltaf skemmtilegt. Já, ég hlakka mikið til að heyra. Það er verða aðeins með svona öðruvísi sniði en það er verða svona sturlaðar. Já, ég hlakka mikið til. Já, nú við Pétur Jóhann, við skiptumst á dagskrárliðum, sko. Við tókum eitt dagskrárlið sem að þið Öddi gerið alltaf sem er vonda símaatið. Já. Og ég ætla að fá að taka eitt vond símat, eða jafnvel 2. Já, þetta er alveg in my alley, sko, að taka vond símat. Já, það er mjög gaman. Það er líka bara frelsandi að vera ekki undir pressu. Já, og það er líka, það er oft svo gott að gera eitthvað vond að það verði gott. Já, rétt hjá þér. Og svo förum við líka í dagskrárlið sem að þið eru vanir að gera á 30. Já, það er trufla símtal. Tröfla síntal og mikill heiður fyrir mig að fá að vera með því. Já. Nú, svo ætlaðum við í karaoke. Er það? Mér dætti myndu reyna það. Já, ég er til. Já. Já, veist það því að sko, það er svo skrítið sko að því að ég er synger sko. Þú ert söngvari? Já, þú ert fanta söngvari. Reyndar alltaf, þegar ég heyri því syngja, finnst mér alltaf eins og ég sé að hlusta á Hallbjörn Hjartarson. Já, ég hef heyrt þetta nokkru sinni sko. Já, country bæ. Já, hann er svona. Já. En hérna... Getum tekið eitthvað eftir hann, jável. Aldrei að vita. Hvernig virkar þetta karaoke? Er það þannig að ég vil lag fyrir þig og öfugt eða velur þú þig lag eða... Við getum reyndar haft þennan eins og þú nefndir núna, þann hátinn á. Við höfum ekki gert það ég og þetta þannig. Við höfum bara valið okkar lag sjálfur. En það er kannski bara ágætt að þú velji lag fyrir mig og ég fyrir þig. Manstu við fórum í karaoke? Hverjir? Ég og þú. Já, hvar? Nei, niður í bæ. Já, núna hérna bara, það er ekkert langt síðan. Það var hrikalegt. Með almatum hann. Þá söngstu. Já. Og þá tókstu Deepest Mode. Já. Nei, Cure eitthvað. Ég tók Cure. Hard to say I'm sorry, baby. Já, eitthvað svona. Það var hrikalegt, sko. Þetta staðurinn tæmdist, sko. Nei, það var fólk var að skemmta sér og hafa gaman. Já. Svo bara, þegar ég var búinn að syngja, þá var staðurinn svona, eiginlega bara tómur. Nei. Eini sem eftir var á barþjótin. Það var hann bara því að hann þurfti að vera hann. Það var allir að öskra bara Pétur. Það skal tekið fram að þetta er lygi í honum en skiptir engum máli. Svo ætlum við að fara jafnvel í glænýja dagskrárlið. Já, sem hefur nú verið á teikniborðinu lengi. Já. Og við höfum aldrei prófað. Aldrei prófað og að gera það í dag. Já, og hann er mjög skemmtilegur og hann heitir einfallega Shake á liðið. Shake á liðið? Já. Það er vor í lofti. Já. Jú, menn er að tala eitthvað kuldakast. Mér er alveg sama. Ég finn að vorið er á leiðinni. Og þetta er kannski bara eitthvað svona lognið á undan storminum, sko. Eða þú veist. Stormur í vasklasi, sko. Já, þetta er svolítið stormur. Þetta er bara stormur í vasklasi. Ég meina það voru allir að spá því að það er eitthvað brjálað veður. Það er bongoblíða, allavega hérna á höfuðborgarsvæðinu. Já. Það er kannski brjálað veður. Ég hefur tekið eftir því, hann er einhvern veginn alveg sama. Er það mitt? Þetta er kaffið þitt held ég með. Hefur tekið eftir því? Já. Man er alveg sama hvernig, þú veist, að því að ég bý í Reykjavík. Já. Ég er alltaf í Reykjavík. Já. Þá mér alveg sama hvernig veðrið er einhvers staðar annars staðar. Er það? Já, ég svona eigin hagsmuna sekkur á veður.
Bara ef það er gott hér, þá er alveg sama hvort það sé, veist. Brjála viður á Dalvík. Já. Er það? Já. Jú, ég get alveg deilt þessu með þér. Þú náttúrulega býrði í Hafnarfirði? Ég býði í Hafnarfirði og það er rók raskat, maður. Já, ég myndi nú ekki segja raskat. Nei, en það er rók það. Það er mjög, djúpt í árunum þykja þér að segja þetta sé rók raskat. Já. En þetta er rók svæði. En skiptir ekki máli, við ætlum ekki að dvelja lengur við það. Þetta verður sem sagt þétt barmafullur þáttur hér á ferðinni til 6 í dag. En að sjálfsögum má ekki gleyma því að hér er náttúrulega alltaf topp tónlist í boði. Það er allt frá Britney Spears upp í Justin Bieber. Við gleymdum einu. Nú? Við ætlum að hringja í Auðun Blöndal. Já, við ætlum að reyna að hringja hann eftir. Við reyna að ná í hann. Alveg, hann er pottið örgulega búinn að þrýsta niður nokkrum kvöldum. Já. Ef ég þekki minn mann rétt. Ég vissum að svarar okkur ekki. Hvaða leik er hann að fara á? Hvaða leik er hann að fara á? Já. Hann er að fara á Real Madrid United. Já. United Real Madrid. Ég átti að vita það. Já, svona ef þú ert eitthvað svona ekkert að pæla í íþróttum, þetta er einhvern svona besti leikur ásins. Svaka leikur. Já, þetta er hörkuleikur. Já. Herðu, það verður spennandi. Við erum ekki mjög Blöndal ásamt mörgu hér. Við skulum vinda okkur í gæðamúsík hér í FM 95 Blöð. Heyrðu þetta maður. Já, þetta var að sjálfsögðu draumaprinsessan okkar allra, hún Kísja. Já, með frábært lag hér. Með frábært lag sem er náttúrulega búið að gera allt vitlaust á Billboard listum heimsins. Já, hefur, vægt til orða tekið. Já, vægt til orða tekið, segir Pétur, og það er sko alveg hárrétt hjá honum. Og að þeim orðum sögðum ætlum við að vinda okkur hér eins og fastur í liður fyrir í FM 95 Blöð slúður pakka dagsins. Ó já, kallið minn. Sérstök slúður drottning þáttarins á dögum þegar auðvitað er ekki á svæðinu. Það er Sverrir Þór Sverrisson, Sveppi. Sveppi Kröll. Skulum gefa honum gott hljóð. Takk fyrir það. Gjörðu svo vel. Takk. Völlurinn er þinn. Já, þá er komið að fyrsta slúður í dagsins. Ertu tilbúinn? Ég er tilbúinn. Harrison Ford, þú þekkir hann? Ég þekki hann er leikari. Hann er leikari? Já. Hann hefur gert ýmislegt. Ég þekki hann ekki, en ég hef séð hann í bíómyndum. Ó já, getur þú nefnt eina? Já, The Witness. Þetta er geðveikt. Uppmáhaldsmyndin mín. Það er mjög fyndið að þú skildir hafa sagt The Witness, sko, því að það fyrsta sem ég hugsaði var bara Indiana Jones eða Star Wars. Nei, þú ákvaðast að hendi í Witness. Já, besta myndin hans. Heyrðu, hann er að fara, en það? Já, að mínum að þið, já. Róleg og svona. Já, mér er slúðið hérna. Já, sorry, gjörðu svo vel. Og hérna, hann er búinn að sæna, búinn að skrifa undir að leika í Anchorman 2. Já. Og hann er að fara að leika þar gamlan svona fréttaþull. Já. Og það verður mjög spennandi að hérna... Anchorman 2. Já. Það er byrjað að, var ekki byrjað að taka hann upp? Nei. Jú, það getur nú vel verið, sko. Svo er nú menn kannski sænaði svona fyrir eitthvað svona lítil hlutverk af og til, skiljum. Svona skellt í einhverja kannónur, þá er nú ekkert mála að hliðra til. Og ég verð nú að segja það, ég er búinn að, það er nú langt síðan fyrsta myndin kom út. Og ég er nú svolítið spenntur fyrir Anchorman 2, því að fyrsta, Anchorman var æðisleg. Og ekki verðan að sjá Harrison Ford þar sem gamlan fréttaþull. Og næsta slúður. Já, þetta var gott, undum okkur næsta slúður. Já, þetta var mjög gott slúður. Næsta slúður, Steven Spielberg og George Lucas, þeir eru komnir á lista Forbes yfir ríkustu menn í heimi. Já, hérna hér. Ég veit nú ekki hvort þeir hafi verið þar áður eða hvort þeir verið þar einhvern tíman, en þeir eru þar núna, sko. Steven Spielberg og hvað? George Lucas? Já. Já. Þú veist hver George Lucas er? Já, ég meina hann gerði Star Wars myndir. Rétt. Já, þetta vissið þú. Þetta vissi ég, sko. Spielberg gerði náttúrulega E.T. Já. Það er alveg rétt. Og líka, Space Odyssey. Space Odyssey? Já. Nei, reyndar ekki. Nei, það var einhver annar. Það var svona Stanley Kubrick. Stanley Kubrick, já. En skiptir ekki máli, Steven Spielberg og Lucas eru komnir á lista Forbes og þeir eru metnir á, Spielberg er metin á 3,2 billjónir dollara. Já. Og George Lucas, allt sem hann á, er metið á 3,9 billjónir dollara. Hvernig er það þegar að menn er að meta, þegar að vera að meta? Þá er allt tekið, sko. Sem þeir eiga? Já. Já. Bílar og eitthvað svoleiðis? Já, eignir og George Lucas á eitthvað soundfyrirtæki sem að séum allt eitthvað kjartaði og allt þetta kjartaði, sko. En sko, miða við, ef við myndum setja þetta í smá samhengi, sko, hann hérna Mark Sulliberg, hérna, Facebook-villsingurinn. Já. Facebook. Já, hann er ég veist að vera að tala um bara Gerald Sulliberg. Já. Sem á hérna kost í góðanum. Hann er ekki komin á Forbes-listan ennþá. Okay. En Mark hérna, hann er metinn á 13,2 milljóna. Hugsaði það með. Já. Það er ekkert smáraði. Það er ógeðislega mikið.
og miðað við sko hvað þessi menn eru búin að gera sko. Þá finnst mér nú þessi tveir þarna vera hoknir af reynslu, Spielberg og Lucas. Þeir komast ekki með neitt nálaði við hælana á hinnum. Já, einmitt. Eða eins og maður segði sko, komast ekki með tærnar þar sem hann hefur hælana. Nei. Rétt hjá þér. Frábært slúður hér. Viltu meira? Við myndum okkur í þriðja og síðasta slúrið í pakka dagsins. Og ég verð nú að viðurkenna það, ég hefði kannski, yfirleitt er þetta nú svona með slúðrið sko, það er save the best for the last. Já. En það er ekki í þessu tilviki. Já, allt slúður er gott. Já, Britney Spears og Kevin Federline. Já, byrjar vel. Þau hittust helgina með börnin. Og vill fólk meina að það hafi nú bara allt gengið bara mjög vel. Já, hvernig voru þau að hittast hvar? Bara ís. Já, ís og fóru í einhvern skemmtigarð og voru svona að gera bara góðan dag með krökkunum sinni. Hún lígur því. Ég get svaraði það sko. Ég las þetta. Þau voru að horfa á kappleik. Nú voru að horfa á kappleik? Já, hvað kappleik? Þau var börn saman. Ég veit allt um það. Og þau voru börnið þeirra voru að keppa í fótbolta. Soccer. Soccer nú. Já, og þau voru að koma saman og sem sagt mættu á völlin saman að hvetja ég held að þetta séu tveir strákar sem það var bönnin sinni í fótboltamót sem voru að taka þátt í og Kevin Federline, hann var með konuna sína með sér og það sagði í slúðurinn að það hafi bara farið vel á með þeim. Já, með þeim öllum. Já, Britney hafi bara verið alþýðleg og skemmtileg og fettilega og allir bara hressir sko. Já, það sem er doldið gaman. Ég sagði bara að þau hefur farið í einhvern skemmtikar og fengið ís. Það er svona basically sama. Þau voru saman helgina með krakkana sína. En þetta segir manni það að þau eru bara venlulegt fólk eins og við þín. Já, þau eru niður á jörðinni og fylgjast með sínu börnum og eru að reyna að ala þau örugglega upp svona. Bara í fótboltaleik bara og... Já, og eru örugglega bara að reyna að ala þau upp svona, veist. Eftir fremsta megni? Já. Sem er ekkert, veist, það er ekkert hlaupað í alveg badd sko. Það er ekkert hlaupað að því. Við þekkjum það nú. Já, mönnum ekkert fisað saman. Hvað segirðu? Mönnum ekkert fisjað saman. Nei. En á þessari frábæru línu og þessu frábæra slúðri skulum við segja þetta gott hér Sveppi. Takk kærlega fyrir frábært slúður. Já, takk fyrir það. Þú ert búin að standa eins og hetja hér í dag. Já, það styttist í sturlaðar staðreyndir, skemmtileg símaöll og símtal til útlanda, kannski Auðun Blöndal. Já. Og fyrir vestfiska smiðin þá er aldrei að vita nefn ég spili fyrir hann Múkisson kannski einhver tíman þegar líður á þáttinn. En fyrst þetta. Hver vill ekki klæðja vinnufélagana með glæsilegri tælenskri mataveislu frá Krúa Thai? Á hverjum 50. hjá Yngva Eystins drögum við út fyrirtæki vikunar sem fær mataveislu fyrir alltaf 10 manns frá Krúa Thai. Skráðu þig á samstarfsmenn þína til leiks á fm957.is og veislan gæti orðið ykkar. Þú verður ekki svikinn af tælenskri ævintýraferð frá snillingunum á Krúa Thai. Vertu á verði. Taktu myndir af verðhækkunum með farsímanum og sendu á vertuaverði.is. Stöndum saman og rjúfum vítahring verðbólgunnar. Landssamband íslenskra verslunarmanna. Úrslitin í símabikarnum eru 8. til 10. mars. Fylgstu með Instagram helgina og njóttu handboltaveislunar með símanum. Dominos kynir Identity Thief. Frá þeim sömu og farðu på TED kemur einn fyndnasta mynd ársins sem fór beint á toppinn í Bandaríkjunum. That's great news. Jason Bateman og Melissa McCarthy úr Bridesmaids fara á kostum í þessari frábæru gamanmynd. I got no money, I got no time, I've got no pants. Identity Thief. Frumsýnd 8. mars. Ljúfengar og nýbakaðar milljónir. Víkingalotto alltaf á miðvikudögum. Þú ert að hlusta á FM 95 Blu. Hversu gott er grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmar á 1. Tónlistarstöðin. Mér var svo gaman maður, ég er að lesa þetta df.is og hulunni hefur verið svift af dullarfulla leðurblökumanninu. Þeir eru með stilt náttúrulega á FM 95 Blöð, það er náttúrulega að taka það fram. Það er 101 útvarp sko. Þú hefur náttúrulega unnið svo lengi í útvarpi. Ég hefur unnið lengi í útvarpi, þannig að ég beðst afsökunar að hafa klúðrað þessu hérna í upphafi. Heyrðu, sko, Stan Vorby Stan Vorby, hann er orðinn hetja. Hann er maður sem klæddi sig í búning leðurblökumannsins og afhenti lögreglunni eftirlýstan glæpamann. Þetta er sjálfskipaður löggæslumaður, klæddur í búning leðurblökumannsins. Hann afhendi eins og fræktir orðið í lögreglunni í Bretlandi eftirlýstan glæpamann. Hvað gerði hann? Hvað segirðu? Hvað gerði maðurinn?
Hvað, fór hann bara í búning? Hann fór bara í Það er alltaf YouTube við það, maður. Fór hann í Batman búning? Já. Og maður sér það nú bara á myndina og hann nánast passar ekki í búningin. Nei. Þetta er bara 39 ára gammal sendibíl. Sendill. Hérna er hann, komið þið sæl. Ég er að horfa á þetta myndband einhvern veginn. Ég verði eiginlega að láta það rúla bara meðan við að tala um hann. Hann er bara 30, hann er bara svipað gamall og, þú veist, við í rauninni. Er hann yngri við? Nei, ég meina, ég er orðin 40 ára gamall, sko. Já, þú verður 41. Já, hann er svipað vaxinn og ég. Bara með svona léttabumbu. Nei, þetta er samt eitthvað svona bara feitabolla þannig sé. Og hann er bara í Batman búning. Svo er bara viðtal við hann bara út í garði heima á þeim. Hann bara, ég kann bara gangi í þetta mál Og hann semst að gekk í það mál að handsama glæpamann og kom honum í hendur lögreglunar í Batman-búning. Í Batman-búning. Og ég held að sko inngangurinn eða svona hugsunin hjá honum hafi verið svo að hann ætlaði bara að vera svona í rauninni bara þessi góði samveri, samvisku samverin sem að hjálpar fólki í nauð. Já, en af hverju þarf hann að vera í búning? Af því að það er bara flottara. Hefur ekki séð kvikmyndina Kick-Ass? Jú, ég hef reyndið að sé hana, hún er svaðaleg. Sem er frábær mynd. Já. Það er bara ungur drengur sem vildi bara taka þessi máli sína hendur. Já. Og þessi maður, ég held að hann sé bara á sömu blassi og... Já, Kick-Ass er eitthvað svona 19-20 gaur, svona þokkalega vel vaxinn og er svona sniðuð, sko. Þetta er bara eitthvað fertur rútubílstjóri, sko. Já, en hann hefði eflaust ekki, þú veist, fertur rútubílstjóri. Já. Hugsaði með sér, það er enginn að gangi í þetta mál. Þannig að þá verði ég að gera það. Þannig að hérna, svo hann kannski drengur, sæll. Drengur, sonur sæll. Hvað er búningurinn þinn? Drengur, sæll. Sonur sæll. Hvað er Batman-búningurinn þinn sem varst í Halloween á síðasta ári? Það veit ég ekki, hann er stærinn í bílskúr. Svo hann farið inn í bílskúr, grafið upp búningin af drengnum sínum, tróðið sér í hann og rauk út. Já. Og gekk í þetta mál bara og svo er bara myndskeið á honum hérna inn á df.is þar sem hann er búinn að taka grímun af sér maður og stendur bara út í garði heima á sér Já, og er orðin hetja. Já, þetta er fallegt. Þetta er kannski eitthvað sem maður ætti að hvetja fólk til að gera. Þessi maður, sko, í rauninni vinnur mér svolítið á Sigga Storm. Já. Hann er svona svipað á vaxinn og Siggi Stormur. Ef að Siggi Stormur myndi henda sér í Batman-búning, þá er hann alveg. Eiginlega það eina sem hann á eftir að gera. Og þá ættu glæpamenn að fara að vara sig, sko. Já, ef Siggi Stormur var í Batman-búning. Hefur séð þættina Sigga? Þættina hana, veður þættina. Hann er með Siggi Stormur. Með sin eigin þá. Hann er með sin eigin hálftíma veðurþátt á INN. Já. Og veist hvað INN þýðir? Veist hvað INN þýðir? Íslands nýjasta nýtt. Ó, já, kallum. Ég veit það. Og það er Siggi Stormur. Setur bara á einhverjum barstól í grínskríni. Að ræða veður. Þetta er bara, mér finnst það bara, frábært. Ég er búinn að sjá alla þess að þetta. Aha. Og hann er að fá gesti að ræða veðrið við gesti. Já. Hvaða gesti hefur hann fengið? Hann var daginn með, sko, mann sem að, frá Bláfjöllum. Já. Og þeir voru að ræða svona veðurafbrigði í Bláfjöllum. Já. Og fljótt skipast veður í lofti í Bláfjöllum og eitthvað svona. Það er svakalega fljótt að breytast veður í Bláfjöllum. Já. Og eitthvað svona, jú. Það getur bara muna korteri til eða frá, hvort að menn eru bara hálfpartin veðurtettir í Bláfjöllum, ekki? Jú, það hefur gerst. Menn hafa bara verið í bongóblíðu að skíða og svo tekur náttúrulega tíma svona þegar að skipast veður í lofti að koma sér niður í bíl og svo ertu kannski búin að ganga frá sjálfur og konun og börnum inn í bílinn og þá bara er allt fast. Þetta er það snöggt að gerast. Já. Við þökkum Tómasi hérna fyrir komuna í veðurþáttinn hérna og svo var maður daginn sem var bara með uppstoppað hamstra og mís og þeir voru að ræða sko veður og hagamís og mís sem eru, þú veist, þegar að veðri verður vont þá fara mísnar að reyna að komast inn í híbíli mannan. Já. Hvernig getum við komið í veg fyrir það og það var mjög skemmtilega þáttum, mjög alltaf frábær sko. Það var með öll þessi kvikindi sko uppstoppuð sko. Já, það er líka eitthvað sem að vert er að athúa sko, sérstaklega sumarhúsaeigendur. Já. Að eins og núna, nú er búið að vera heitt í lofti. Já. Og fólk er kannski upp í bústað að opna glugga. Já. Af því að það er heitt. Já. Svo fer það heim. Svo fer að frista. Já. Þá þurfa litlu mísnar að komast inn.
og þá fara þær inn í sumarbústaðinn. Gluggann sem við manneskjörnum skildum eftir opna. Einmitt. Þess vegna gott að vera með Rappnet. Rappnet? Já. Hvað það? Ég var náttúrulega að vinna í byggingavöruverslun. Já. Rappnet kallið minn bara notað í múriðina þess. Bara ef þú ætlar að fara að múra. Já. Þá notar við Rappnet. Þetta svo aðalega gott net, bara stálnet bara. Rosalega fínriðið maður. Bara svona svo hænunet eitthvað svona hænsnanet? Nei, hænsnanet miklu stærri möskvar á því sko. Þetta bara rosa fínir möskvar sko. Alveg einstaklega gott að vera með Rappnet í þetta. Það fer ekki nokkur einasta kvikindi gegnum Rappnet. Ekki einu sinni fuglinn fljúgandi. En það ekkert gaman eða þú svona... Þetta er leiðilega umræðum maður. Nei, þetta mjög gaman. Það ógeðslega margir bara búin að keyra út af. En ef þú ert með fallegan sumarbústað eitthvað staðar í Skorradal. Já. Þá ert ekki með Rappnet bara í gluggunum. Jú, vefja bara bústaðinn inn í Rappnet. Svo mýsna var ekki inn. Ég meina, þú setur þetta bara fyrir göt og hólur og eitthvað svona, skilju, þú veist ekkert eitthvað að tróða þessu áberandi staði. Nei. Þú veist ekkert með þetta inn í svefnherbyggi, bara inni í þér. Nei. Fyrir ekkert að sofa vafinn í Rappneti bara til að svo mýsna sig ekki að naga þig á nótunni. Nei. En þeir eru með stilt á FM 95 blöð hér í Fanta-fíling á þriðjudeginn. Það er ég, Pétur Jóhann Sigfússon og Sveppi Krull að sitjum hér með ykkur til 6 í dag. Ötti blöð er eftir út í Manchester United. Já, hann er að fara á leikin í kvöld á Man U Real. Það verður hörkuleikur og ég veit að hann er mjög stressaður af því að hann lifir fyrir þetta. Hann lifir fyrir þetta en ég menna þeir eru í góðum málum. Já, þeir eru í góðum málum. Þeir eru að fara í hennar leik með pálmann í höndinni. Já, jú. Hvernig fór fyrir leikurinn? Hvað fór? 2-1 eða? 2-1 fyrir United. Ég maður ekki. Þú manst ekkert, skiptir ekki máli við ætlum að vinda okkur gæðamúsík hér í FM Blöð. Herru, og það er næst á dagskrá, sturlaða staðreyndir. Ég get ekki beðið. Já, kæru hlustendur, þið eru að hlusta á FM 95 Blöð og FM 957 og það er ekki Blöð sem er með ykkur hér, heldur er það Pétur Jóhann Sigfússon og Sverrir Þór Sverrisson sem ætla að sitja hérna við mikrofóninn til klukkan 1800. Það er hár rétt hjá þér, sko, vinnur minn. Já, við erum sulturslagir félagarnir hérna og... Við vorum að hlusta hérna á... Hvað var það? Chris Brown. Chris Brown? Nei. Chris Isaac. Chris Isaac, nei. Nei, það var Chris eitthvað. Við vorum að hlusta á Chris að fræða á mann. Þú veist ekkert hvað varst að hlusta á. Þetta var frábært lag, sann. Já, mjög gott lag. Gjörsamlega frábært lag. Og talandi frábært lög, þá er komið að sturluðum staðreyndum. Sturlaðar staðreyndir hér í FM 95 Blöð. Ég get ekki beðið vegna þú sagðir hér í upphafi þáttar. Jep. Að þær væru, í dag aðeins öðru sér heldur en menn eiga að venjast. Já, þetta er bara, ég bjóð til mínar eigin sturlaðar staðreyndir. Já. Þú bjóst bara til þínar eigin, já. Já. Mikið svakalega hlakkaði til maður. Nei, ekki. Það er 10 stykki. Já, ég er með, bara, þú veist, hvað viltu mikið? 68 stykki? Ég er með haug, ég er með 40. Þú ert með 40? Já. Ok, þannig að maður getur bara að halla sér aftur og... Já, og slaka á, sko. Já. Þetta verður æðislegt. Þetta er snill, sko. Ertu tilbúin? Ég er tilbúin. Nei, ég ætla bara að setja staðins svona... Ég ætla að velja nokkra góðar, sko. Að fá mér hérna smá kaffi, til maður. Já, ég er nú með kaffinu líka. Herðu, indislegt. Þá förum við hér í sturlaðar staðreyndir sem eru búnar til af Sveppa. Ertu til? Ég er til. Fílar geta ekki hoppað. Ok, vissirðu það kannski? Ég viss. Ég vissi það. Þetta var svo vesta, sko. Þetta var bara eftir að batna. Já. Fyrsti tölvuleikur í heiminum var Milla. Milla? Já. Hvað meður? Svona X. Og... Svo næsti X. Var það ekki hérna? Þú veist hérna strikinn og boltinn? Jú, það var einna fyrstu, en fyrsti var Milla. Fyrsti var Milla? Já. Sturlu staðreind. Fyrsti tölvuleikurinn í heiminum var Milla. Já. Næsta? Já. 512 manns frá 38 löndum hafa farið út í game. 512 manns frá 38 löndum? Já. Veitu, hvernig reiknaði þetta út? Nei, tjók. Þetta reiknaði út. Heyrðu, þetta er... Þú deilir náttúrulega bara 38 í 512. Já, þetta er mögnuð staðreind. Þetta er rosalegt. Þetta kom mér á óvart til dæmis. Þeir að fara til Toolsins? Nei, út í game. Út í game, já. Já, til Toolsins. Það væri bara 512 manns búin að fara til Toolsins. Já, og bara Armstrong, bara hundfúll. Ég er ekkert spes lengur. Og það er fullt af fólki sem vinnur út í game. Já, en hvenær telstu hafa farið út í game? Ég meina, ég hef farið í flugvél. Ertu ekki komin dálítið út í game þá? Nei, þú voru að fara út fyrir... Guðukólið? Já. Þá ertu komin í gameinn? Já. Og mér skilst, sko, á Toyota Yaris, þá ertu í svona, ef þú keyra bara núna hérna, úr Toyota Yaris, beint upp í loft, bara beint, þá ertu eftir í svona klukkutíma, ertu komin út í game.
Sjálfur? Já. Það fyrir eftir á hvaða hraða þú ert. Já. Ef þú keyrir á löglegum hraða. Já, fyrir þetta þú ferð ekkert á Jaris út í geim. Nei, fyrir utan það, sko. Þú er að vera okkur betra. Já. Næsta. Og við höldum áfram. Ertu tilbúin? Já, ég get ekki beðið maður. Þetta eru svakalega staðnætti maður. Já, ok. Öll epli eru síföl. Eru í upphafi græn. Öll epli. Já. Líka rauð. Já. Já. Eru rauð epli í upphafi græn? Já. Hvað grillað það maður? Þetta sturli staðinn, kallum. Ég held að væri með sérstök tré fyrir rauð epli og sérstök tré fyrir græn. Já, einmitt. Herðu, og við höldum áfram. Krókódílar, þeir fá 2-3 þúsund tennur yfir ævina. Þá fá þeir að í posti eða kominu? Það koma bara... Já, það er bara vaksa og hrinjúr og vaksa og hrinjúr og vaksa og hrinjúr. Já, það er endurnýjast svona. Já, endurnýjast, já. Þess vegna eru svona góðir að býta. Já, þeir eru alltaf með glænýja tennur. Alltaf með glænýja tennur, sko. Herru, þetta er frábært, það er enda á næsta. Þetta er tilbúin. Krókódílar. Hestar þurfa minnstan svefn allra spendýra eða í kringum 3 tíma á sólarhring. Já, þetta, ég trúi þessu. Já. Þetta er kannski ekkert sturlu staðrind, en þetta er staðrind. En þetta er, já, hún er sturluð samt í rauninni, vegna þess að hestar eru alltaf, sko, þú veist, eru alltaf hressir, skilur. Þú hittir ekki daufan hest, sem er eitthvað svona þreyttur. Jú. Nei. Ha? Hestur? Já. Þeir eru alltaf með long face. Alltaf með long face. Ég meina alltaf þegar ég er að keyra þjóðvegina, þá er alltaf standandi. Já. Alltaf bara alveg bara eins og þeir séu... Já, þeir standa bara og sofa standandi sumir. Þeir sofa standandi, já. Já, og standa bara. Þú séð aldrei hressan hest, sko. Jú. Nei. Mér finnst þér alltaf að vera einhvern veginn hressir. Nei, Ok, og þetta var frábær staðrind, ég er Sturlu staðrind og við ætlum að vinda okkur í næstuðu hér. Ok, má ég sjá, kíkjum aðeins á það. Hvað gerist maður, þetta datir? Sturlaður þessu. Sko, ertu tilbúinn? Þessi er svaðaleg, þetta er staðrind sem ekki margir vita en hérna er gaman að vita. Andri Sönd, hann á frændur, sem heitir Rip Rapport, en mamma Rip Rapport, veist hvað hún heitir? Hún heitir Della Önd. Og hún er systir Andrésar. Nei, hún lífur þessu. Jú, og foreldrar þeirra, Della og Andrés eru sískinni. Og þau eiga foreldra sem heita Rasmus Önd og Hortensia Aðalönd. Já, Hortensia. Já. Vissir þetta? Nei. Þetta er nefnilega alltaf skemmtilegt. Þetta er ekki Sturlu staðrind, þetta er skemmtileg staðrind. Já, þetta er staðrind sem var mjög fáið vita. Maður veit eiginlega aldrei hver er pappi Rip Rapport. Já. En þú veist, hún er ekki sturluð. Nei, hún er alveg eitthvað sturlaður yfir þessu. Nei, ég veit það, en það sagði ég líka á hann að þetta var ekki beint sturlað staðrind, það væri bara svona ég eitthvað að búa eitthvað til, ég er, veist, halló. Þú ert ekki að búa þetta til, þetta er staðrind. Já, ég fann hana. Já, þú fannst hana, ok? Já, ok. Mjög ástum góð. Já, mjög ástum góð. Skemmtileg. Mjög skemmtileg. Heyrðu, þá er komið að næst síðustu. Nei. Jú. Ekki segja mér að það sé að vera búið. Ég trúi þessu ekki. Heyrðu, augun. Já. Augun í hérna strútum eru stærri en heilin í þeim. Þetta er magnað. Þetta er sturlu staðrind. Dældi því. Hvar grófstu þetta upp? Augu í strútum eru stærri en heilin í þeim. Þú getur bara að googla þetta, sko. Þetta er frábær, mér finnst það frábær. Það er grófið þetta upp, hvað heldur ég að bara verið nýra borgarbókasafni bara í alla nótt. Ég held það. Allt strúta, ég ætla að lesa það. Strúta. Herðu, og svo kemur einn hérna. Það geður ekki svona stóru augun. Já. Ok. Viltu meira? Já. Herðu, þetta síðast það? Já, þetta síðast það. Hún er ekkert neitt eitthvað svona, þetta er meira svona fróðleikur. Kaffi? Það njóta þess alveg í æsarma. Ok, tilbúin? Já, tilbúin. Leifur Eiríksson. Já. Þú veist hvað það er? Já, Leifur Hefni. Hann fann Ameríku. Já, en veistu akkur hann kallaði Leifur Hefni? Já, af því að hann fann Ameríku. Það myndi ég segja að vera hans mikil hefni minn. Já, einmitt, en það er rangt. Það er rangt, já. Ok, þá veit ég okkur. Vegna þess að hann, ég veit ekki. Nei, þú er ekki hugmyndina, sko. En ástæðan fyrir því að hann var... Heppin í spilum? Og heppin í ástum. Hann, ástæðan fyrir því að hann er kallað Leifur Hefni er vegna þess að þegar hann var á heimleið á skipi sínu aftur til Grænlands, þá bjargaði hann 15 skipbrotsmönnum af skeri og var kallaðar alltaf Leifur Hefni eftir þetta. Já, alveg.
Þetta nefnilega alltaf skemmtilegt. Þetta var skemmtileg og sturlustaðurinn. Og þetta eitthvað sem að fólk getur farið með á kottan í kvöld. Vísari. Já. Vita meir í dag en í gær. Einmitt, eins og segir í laginu góða. Já. Þið erum stilt á FM 95 blöð. Þið viti meir í dag en í gær. Við skulum hlusta á gæðamúsík. Þú ert að hlusta á FM 95 blöð, á FM 957. Hversu gott brúnt karamellunissa? Húðflúraði flóðhest hvað það gott. Nissa, litríkt á bragði. FM, nei, hvað, ég átti þetta. Já, ok. FM 95, Pétur og Sveppi með ykkur hér á þessum fína þriðjudegi. Ekki við öðru að búast, það hérna... Sól í heiði. Sól í heiði, kuldi á láði. Já. Og þar fram til gödunum. Sveppi nokkur þess. Já, og svona skalanum veitir 10, solid 8. Já, það sömulegis hérna meginn. Já. Við ætlum að vinda okkur í lélega aðið. Lélega símaðið, já. Ég hef aldrei tekið þátt í því. Nei. Það ekkert flókið. Nei. Þetta spurningum að við hringjum eitthvað og gerum eins lélegt grín og mögulegt í hjá þeim sem að svarar. Og því verra sem símaðið því meiri 5 auri. Því meiri 5 auri, því betra. Já. Ok. Þetta bara, þú veist, og þetta ætti að vera, sko, þú ert á heimavelli, þannig. Já. Ég þekki þið rétt. Þetta henda mér mjög vel, sko. Herðu. Enda baði ég sérstaklega þetta dagskráli. Já, þú baðst sérstaklega þetta. Já. Ok, sko, ég var með eina hugmynd sem að mig langar að prófa. Ok. Ert þú með eina? Já, ég er með eina líka. Ok, á ég að byrja eða þú? Það kannski ágætt að ég byrji. Það ágætt að þú byrjir? Já, eins og maðurinn sagði, illu bestu af lokið. Hvert vilt að ég hringi? Sko, þú þarft að hringja fyrir mig í hérna... Þú styrir á Selfoss? Nei. Og þá ætlar að hringja og spyrja hvort að frendiðin sé það? Nei. Hótel Selfoss. Hótel Selfoss. Ég ætla að hringja í Hagkaup. Hagkaup? Já. Alveg við? Já. Hagkaup, já. Og þetta á að vera vond, eða ekki? Jú. Ok. Bara, nei, sorry. Ég ætla að byrja aftur. Já. Ok, það þessi. Já. Nú ég að gera þetta í fyrsta skipti, sko. Já. Og við þurfum að hafa í huga að hérna... Þú veist, ég þarf að... Skella á ít að takkan. Já, byrju. Halló. Já, var það Hagkaup? Já. Já, ég ætla nú að aðtúa, hérna, eru þið með dömubindi? Já, við erum nú eitthvað þeim og gera samband við snurstjörnuna. Jú, endilega, takk. Gjör svo vel. Takk. Þessi verður svaðalur, sko. Þetta byrja vel. Já. Sjónikara bæ, Sara. Já, góðan daginn. Góðan dag. Heyrðu, ég ætla að aðtúa, eru þið með dömubindi? Já. Já, hvernig, eru þið með alla tegundir að? Já, við erum, með alla tegundir. Við erum með frá Always, við erum með frá Nasacare og Euroshopper og Libres. Sko, ég er nefnilega á leiðinni á árshátíð á laugardaginn. Já. Og manni, svona pælingi var svona aðeins að reyna að lappa upp á dressið og vera kannski með eitthvað fallegt bindi. Og þá dömubindi kannski eitthvað svona, ég hef aldrei prófað það. Já. Sko... Látum okkur nú sjá. Eitthvað, þeir með svona kannski með vængjum? Já, við erum þannig. Já, það væri nefnilega aldrei gaman ef ég gæti haft það með vængjum. Já, það er alveg til. Og hérna, maðurinn minn, hann sem sagt bara í svona svörtum jakkafötum með rautt bindi. Hvaða litur á dömubindunum? Þau eru öll hvít. Þau eru öll hvít, já? Já. Og allt í góð, teygja á þeim eitthvað svona sem að geti smellt yfir hálsinn? Sko, ég bara með ég er ekki með einn dömubindi til að setja á föt, sko, ég er bara með... Það ekki svona til að lappa upp á, svona fyrir árshátíð, sko? Nei, ég er það bara með, venjulega, svona herrabindi, sko. Hvernig dömubind þú með þegar þú ferð að skemmta þér? Sko, ég er nú ekkert með dömubindi. Nei, heyrðu, ég ætla að tóa þetta. Já, endilega. Takk fyrir. Takk svo leiðis. Já, það var skollags rugl var þetta. Ég hef aldrei vitað. Ég er að taka þátt í fyrsta skipti í ömurlega símahattinu. Og þetta var lang ömurlegasta símahattinu, heyr. Innilega til afhengjum með það, maður.
hef aldrei heyrt að verða maður. Ég var alltaf, býttu hvað, hún alveg fór með síman upp og var að kíkja á bindi og þau eru öll í litum. Silfurlitu bindi maður og hvað hérna? Og allur tíma, þetta var hræðilegt. Nei, já. Hvað hélt hún ég var að meina þetta? Hélt hún ég væri kona sem ætlaði að vera bara með dömubindi framan á mér á ásatíðum helgina? Já. Þú slags djöfusins kjaftaði þér í gangi. Nei, þetta er bara hjálpleg, hún var bara hjálpleg. Hjálpleg? Nei, hún hefði átt að segja strax bara, þú ert ekki að fara með dömubindi utan á þér á ásatíð. Nei. Það var meira. Helvítis kjaftaði. Mér finnst þetta frábært. Þetta var ömurlegt. Ég ætla að hringja hér næsta ömurlega símtal er í Gunnars Majónes. Já, ég hlakka til. Hvað segirðu? Gunnars Majónes? Veistu hvað ég ætla að gera? Nei, ég veit að þegar þú hringir þá verður einhver snilld til alltaf. Nei. Nei. Gunnars Majónes, góðan dag. Hvað er þetta? Andri heiti ég. Nei, hvað er þetta, sagður? Gunnars Majónes. Gunnars Majónes, já, ég ætlaði að ná í Jóhannes Majónes. Já. Ertu með númerið á þeim? Nei. Er það ekki sama á kompani? Hvað? Jóhannes Majónes og Gunnars? Nei. Já, satt það. Já. Leið mér að tala við Gunnar þá. Tala við hann? Og ég senda þig på hann? Já. Þetta var umræð. Ég laði bara. Þetta var umræð. Jóhannes Majónes og Gunnars Majónes. Ég meina þú veist þetta bara, við erum að gera þetta lélegt tímað. Þetta var æðislegt. Þetta var umræðilegt. Jöfull var þetta fyndið maður. Og þú ætlar að taka eitt í viðbót tilefni dagsins. Þetta er stórkostlegt maður. Er það ekki? Það þarf ekki að taka eitt í viðbót. Að ekki það? Já. Sko, þú... Hvað á ég að ringi? Þetta er gott á daginu. Þetta er gott á bæðu. Nei, það var umræðilegt. Ringdu fyrir mig þetta númer hérna. Ok. Má sjá. Sérðu það? Já. Þetta er fyndið, sko. Er að hringja? Já. Þetta er Hemmi Gunn. Ok. Sem að hringja hann. Já. Nei, býðu. Hvað? Það er að tala í Hemmi Gunn. Er þetta símaðatið? Þú ert að grína. Það er fyndið. Þetta er vont símaðat. Það sem er ekki einu sinni svarað. Ég hef aldrei hirt annars. Þú veist, þú toppaðir lélegt símaðat nú. Já, tvisvar sinni. Tvisvar. Hlusta á Múkísson. Já, þetta var sérstakt óskalag fyrir vin þinn. Já. Hann húsasmiðurinn á Ísafirði. Já, fallegi smiðurinn, Pétur. Og hann ákvaða að velja lag með Múkísson. Sem er frá Ísafirði. Já. Menn er ekkert að leita langt yfir skammt þarna á Ísafirði. Nei, vilja bara hlusta á sitt stöð, sko, bara sína menn, sko. Já. Það er ekkert langt síðan að ég var á Ísafirði. Ekki? Ég fór þangað, sko. Bróðir minn býr á Ísafirði. Já, hver? Sigfús Róbert Sigfússon, kallið minn. Sigfús Róbert? Já. Ok. Pétur Jóhann Sigfússon og Sigfús Róbert Sigfússon. Já, hálfbróðin? Nei. Albróðin? Já, hvað minnur? Ok, nei, ég veit ekki, ég bara... Pétur Jóhann Sigfússon og Sigfús Róbert Sigfússon. Já. Árni Jón Sigfússon og Sigurður Kári Sigfússon. Já, hvað áttu marga bræður? Fullt af þessu. Það er út allt. Steini, Kata, systir, Árni, Kári, Robbi og ég. Hvað? Er þetta svo eitthvað bara... Er þetta mynd á... Nei, nafn á ævintýrabók? Já. Heyrðu, nema hvað, hann hérna býr á Ísafirði og fyrirtækið hans var að halda ásatíð. Já, og þú varst þar? Þanga fór ég, kallið minn. Skemmta? Já, og átt að fljúga. Það er ömurlegt að fljúga, þanga. Það var ekki flóið. Nei, kallið minn. Þannig að það var bara... Þeir græðið bara bílaleigubílinn til raskati á kallinum. Nei. Þeir keyrðuð þangað. Ertu að meina þetta? Já. Einn. Alinn. Í 9 klukkutíma? Nei. 7. Nei, kallið minn. 6. Setti nýtt met. Já. Ég lagði að stað 2, hérðan. Já. Frá höfuðborgarsvæðinu. Og kom inn korter í 7. Korter í 7? 4 tíma og 45 mínútur? Já. Nei, 4. Já, 4 á... Já, það er rétt. Það er rétt! Já. Það er vel gert. Hvaða fyrirtæki er hann með hana? Hann er sko... Hann er með. Hvaða fyrirtæki er hann með? Já. Já, ég ætla bara að halda því. 3X heitir það. Já, 3X. Já. Það er svona blikk... Svona... Blikksmiðja? Já, blikksmiðja, já, öruglega. Já. Það þarf einhver að blikka þarna. Það verður einhver að gera það. Ég á vini sem er á Ísafirði, sem er Pétur náttúrulega. Já. Hann er hérna... Ekki bara smiður. Hann er kolklikkaður, sko. Hann er 1000 þjála smiður. Hann er 1000 þjála smiður og kolklikkaður, hvað ekki? Já, og hann hérna er alltaf hérna rockstjóri á
Aldrei fór í suður. Já, og það styttist í aldrei fór í suður. Já, það alltaf páska. Já, og það styttist í páskana, kallið minn. Já. Og við ætlum að kíkja á hverju er að spila á aldrei fór í suður. Það nú eitthvað komið í ljós. Það hægt að fara inn á einhverja heimasíðu. Já. Hefurðu farið á aldrei fór í suður? Nei, aldrei farið. Mari, þetta er eins og Múkísson. Hvað heitir hann? Egill? Hver? Múkísson. Nei, Magnús. Nei. Hvað heitir Múkísson? Hann Mugga. Pappa setur Muggi eitthvað. Já. Sem hann kallaði Muggisson. Já, og þetta er ljótt að segja frá því. Ég veit það ekki. Veistu ekki hvað Muggisson heitir? Nei, drengur, hvað er þetta? Ákveð átt ég að vita. Ég ætti að vita það í rauninni, þess að ég hef nú hitt hann og talað við hann og átt alveg löng og góð samtölu við hann. Hann heitir Örn. Örn, já, einmitt, alveg rétt. Oftast kallaður Össi. Össi Elías. Össi Elías. Já, kallaður Múkísson. Já. Algjör snillingur. Heyrðu. Við ætlum að vinda okkar kvæði í kross. Já, venda, eins og maðurinn segi. Já. Ekki vinda. Nei. Venda okkar kvæði í kross. Sko, klukkan 5. Já. Og þá ætlaðar að fara út í þarna ruglið. Shake á lið? Já. Já. Við ætlaðum að gera það. Ég ætla að vinda mér í shake á lið, bara núna eða ekki. Nennirðu því eða? Já, ég nenni. Já, ok. Ég er búin að bíða eftir því, maður. Þetta er nýr dagskrárliður sem aldrei farið í loftið. Já. Og hann er það, og ég er hræddur við hann. Af hverju? Nei, ég veit ekki. Ég er bara svona hræddur við allt nýtt. Hvað, ef þú frekar að fara bara í hvernig er stemmarinn? Nei, já. Ég meina þar er ég á heimavelli, sko. Já, ok, ef að shake á liðið er dött, þá tökum við hvernig er stemmarinn. Ok. Fáum eitt hérna á örstuð lag eða eitthvað leys. Ég þarf eiginlega að fá aðeins lengri tíma, sko. Já, ok. Þetta krefst smá undirbúnings. Smá undirbúnings? Nei, ég þarf bara að fara út. Þú ert að fara út, já. Ég sé þig. Og þú fer út. Já. Og svo tökum við glæniðan dagskrárlið sem heitir shake á lið. Og svo erum við með meira framöndan, við ætlum að reyna að hringja auðvitað. Já. Og svo er náttúrulega trufla símtal hér framöndan. Það var stórkostlegt. Karaoke. Nei, við erum að sleppa einhverju. Það er svo mikið í gangi. Sleppa karaoke. Já, sjáum til. Já, höldum við sopnum. Ok. Kíkjum á smá tónlist og svo er það shake á liðið. Ert þú búinn að ná þér í birtu í næsta sólskíli í dag? Kynntu þér málið á solskili.is. Orkusalan. Við seljum rafmagn. Hvað langar þig að verða þegar þú ert orðinn stór? Ekki fá valkvíða. Komdu á háskóladaginn og kynntu þér námið og félagslífið. Kiriyama Family og Ilja taka lagið og Sirkus Ísland svífur loftið. Háskóladagurinn er 9. mars klukkan 12 til 16 í Háskólanum í Reykjavík. Gjafakort Smáralindar er tilvalin fermingargjöf. Einföld og frábær. Sjáumst Smáralind. Yes! Já, koma svo! Skjóta! Þetta er víti! Þetta er ástæður að kosta svo mikið pening, sko. Gerðu leikinn skemmtilegri. Tippað á lengjuna. 1x2 við tippum. FM 95 Blö á FM 957. Hversu gott er blátt hrísskúlunissa? Temdu apa hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtasmar á 1. Topp tónlistarstöði. Já, FM 95 Blöð með ykkur hér á FM 957. Það er eitt og annað framöndan í tónlist og gleði. Það er Sveppi Krull sem situr hérna við hljóðnemann. En Pétur Jón Sigfússon er farin út í bíl. Hann er að keyra í áttina líklega að einhverri ísbúð. Vonandi, því að við erum að fara í splungun í dagskrárlið. PJ, ertu á línunni? Heldur betur, kallið minn. Heldur betur? Heldur betur, kallið minn. Hvar ertu stattur í samfélagi mannana? Herru, ég ætla nú að byrja á því að bjóða hlustendur nær og fjær velkomna í glænýja dagskrárlið hér í FM 95 Blöð. Já. Og þessi dagskrárliður eins og framhefur komið heitir Shake á liðið. Ó, já. Ég er komin út í bæn. Ég er hér í, hvað ætli þetta heiti? Skipholt. Já, þú ert komin í skipholtina, það er alltaf yndislegt í skipholtinu. Já, og ég er að fara hérna í búð, nei, svona, hvað þetta heitir, hérna, sjoppu. Já, einmitt, það er alveg stólur. Sem að heitir Pólís. Pólís, algjör snild. Þar ætla ég að fá mér shake, bara í tilefni dagsins. Já. Það er bong og líða úti maður og reyndar eru menn að spá einhverju svaka snjókomu á morgun, þannig að það er ekki seinna barn en að fá sér shake. Já, hvað hérna... eru margir, ertu komin eða? Ég er bara rétt og komin hérna í Pólís. Já. Og síðan er bara spurning sko hvort að það er einhver sem hefur áhuga á því að koma og fá sér shake með kallinu sko. Já. Nei, góðan daginn. Það þið.
Selurðu shake? Shake, nei. Hæ? Selurðu ekki shake? En þú ert með ís? Já, út með... Nei, ég á ekki til ís úr þér, þess að það sé alveg shake. Hvað, á hann ekki shake? Ég er í beinni útsendu í útvarpinu maður, með dagskrálið, sem heitir shake á liðina. Nei. Ég ætla að blæða shake á liðinu. Já. Og til dæmis þessi í kassanum, langar ekki shake? Viltu ekki shake? Á hann ekki til svona frozen shake bara, tilbúin eða eitthvað? Frozen shake? Þannig að við getum ekki farið í shake á liðina. Hvað, er þetta ekki Pól Ís? Jú, þetta er Pól Ís. Er hann með ís? Já, það er kuldin úti maður. Er enginn að þinni? Jú, einn maður hérna í spilakassanum. Hann vill ekki ís, hann vill ekki shake. Vill hann ekki? Nei. En ertu með einhvern ís? Bara eitthvað? Hvernig? Finna ís? Já, er hann ekki með ís með dífu til dæmis? Ís með dífu? Nei, hann er ekki með það. Herru, Steffi. Þá, Við verðum að fara bara í annan dagskáli. Já, ekki að breyta þessu þá í, bara hvernig stemmarinn eða? Hvað segirðu? Herru, hvernig stemmarinn eða? Já, hvað segirðu? Verður það að fara í? Er ekki bakari að það eitthvað? Bara vínabrauð og liðið eitthvað? Já, breyta þessi í vínabrauð og liðið. Nei, en hvað Herru, þetta var svona, ég var ekki alveg búinn að gera ráð fyrir það væri ekki með. Nei, maður einhvern veginn svona gekk út frá því að Pól Ís væri með shake á liðið, maður. Það er fullt af liðið, maður, þetta er deg. Þetta er bara, við erum að... Komið að fá sér shake með kallinum ef maðurinn hefur verið með shake, maður. Já, við breytum... Shake á liðið hérna, maður. Hérna er Apotek. Það er kannski bara parkódín á liðið. Á ég að blæða parkódín á liðið, maður. Já, Íbúfen, maður, Íbúfen. Hvað segirðu? Íbúfen á liðið? Ekki að stillandi á liðið, maður. Nei, þú veist það, shake á liðið er eini. Þú veist, það stemmar í shake. Já, ég veit það, en við getum breytt þessum dagskálið og farið í þetta bara einhvern veginn setna. Þú fer bara í möta þetta. Þú getur farið í... Hvernig er stemmarinn? Hvernig er stemmarinn? Já, tjekka á stemmarinn. Taka púlsinn á landanum. Já, hvernig er stemmarinn í apótekinu til dæmis? Við breytum dagskálunum alveg bara það er kúvending hér. Og ég byrja aftur. Komið þið sæl, kæru hlustendur nær og fjær á landi sem á leiði. Ég er í Pétur Jóhann Sigfússon og við ykkur kærlega innilega velkomin í glænýja dagskálið hér sem, nei ekki glænýjan, rótgróin dagskálið sem heitir Hvernig er stemmarinn? Hvernig er stemmarinn er mjög, ég er að labba skilju, ég þarf að drepa tíma, ég er að labba hérna í næstu blokk. Ekkert mál. Og ég ætla bara að spyrja, stopp veit ég það, getur þú? Nei, hann veit ekki stoppa. Jó, ég ætla að teka hann. Sælir, hvernig er stemmarinn? Ó, getur ekki á mér vínabröð? Nei, ekkert vínabröð, maður, hvernig, hann er við stilt á réttu stöðuna maðurinn, þetta er bara maður að keyra, ég verður í skipholtinu. Gjörsamlega grandalaus, en hvernig er stemmarinn? Góður, helviti góður. Getur þú hrópað fyrir fólki, stemmarinn er góður? Stemmarinn er góður! Þetta er góð byrjun og takk að kella fyrir þetta er góð byrjun. Þetta veit á gott hérna, ég ætla núna að fara hérna bara í svona íbúðarhúsnæði. Já. Það sem að býr bara slatti af fólki. Já, það er íbúðarhúsnæði? Já, þetta er bara fjölbýli, sko. Ok, hvað er þetta blokk í Skipholti eða? Nei, já, hún er hérna ekki stóra bakvið, sko. Já, veljið númer og ítið svo á E. Ok, þetta er flókið maður. Hvað, þetta bara komin í eitthvað íbúðarhús? Já. Ég er búinn að velja þetta númer maður. Vonandi bara. Er þetta eitthvað svona elli blokk? Ég er ekki svo viss. Nei, nöfnin á fólkinu eru nokkuð svona nýleg. Nöfnin, hvernig segir það? Það er bara Ágúst Börkur Sigurðarsson, það er mjög líklegt að það sé bara einhver ungur drengur, sko. Og Jana Birta Björnsdóttir, það er ekki gamalt fólk sem heiti Jana. Nei, djók. Jana Birta? Heyrðu, býta aðeins maður. Hann er ekki að svara hérna. Nei, í hvernig ætlaði það að ná Ég var búinn að prófa hérna Bjarna Hlíðkvist Kristjánsen. Bjarna hvað? Bjarni Hlíðkvist. Hlíðkvist, hann hljómar nú eins og elli smellur. Já, ég veit það. Ég sá svo Bjarni bara strax. En hérna, ok. Áa. Nú er þetta erfitt maður. Já, það er aldrei stemming hérna hjá okkur í FM 95 blöð maður. Góðan daginn. Góðan daginn. Hvernig er stemmarinn? Það var fínt sko. Er það ekki? Jú. Ertu í góðri stemmingu? Já. Og er maðurinn hérna líka? Nei, blessaður maður. Hvernig er stemmarinn? Er það ekki? Jú. Eru þið til að hrópa hérna fyrir fólki í útvarpinu? Stemmarinn er góður! Stemmarinn er góður! Það getur ekki alveg að vera þetta maður.
Heyrðu, heyrðu í þessu fólki? Þetta er æði! Nei, bless, og svo annar hérna maður, blessaður. Hvernig er stemmarinn? Hann er bara mjög góður, sko. Stemmarinn er góður hérna, já. Er það ekki? Jú. Blessaður, annar hérna maður, hvernig er stemmarinn? Dressi. Er ekki stemmarinn? Sjálfsögðu. Þú ert í stemmarinn maður, nei, þú hérna er kona. Í beinni? Já, ertu í stemmarinn? Á daginn? Yeah, okay. Are you in a good mood? Are you in a stemming? Ok. Ég mista veitni hérna. Hefði verið gaman að ná henni maður, hún var útlensk. Jæja, heyrðu. Síðan ætla ég að prófa hérna. Ég meina, þú veist, það er búið að lifna vel yfir þessu. Já, ég er mjög ánægð með þetta. Hvað eru? Þetta er mjög gaman. Það var gæinn í bílnum var í stemmara. Já. Og fólki í blokkinni. Fólki í blokkinni er allir í stemmara, Sveppi. Þetta er góðgeðslega gaman. Ég er nefnilega svo gaman. Þú nefnilega færð sko fólk til þess að líða vel, sko. Já. Það er allir alveg gjörsamlega að farast yfir þessu. Ég veit að klukkan er korter yfir 5, yfirleitt er þetta svona úlfatími, það er allt í apaskít, maður er að sækja börnin, maður er að vesla, maður er að elda mat og baða og bleiur. Já. Þá kemur litli PJ, J-Hen, Sick Fusion og spyr hvernig er stemmarinn og þá er allir í góðan stemmara. Allir í stemmara, sko. Hvað er þetta núna? Ég ætla að taka einn að lokum hérna. Já. Ég er að hlaupa, sko, þú sér það er mikið fyrir svo haft, sko. Þú að hlaupa, það er nú líka bara... Ég er komin eitthvað lengst út í bæ, kallið minn. Þú veist, maður er ekkert eitthvað bara Þorgeir Ástótt eitthvað bara heima, bara upp í stúdíói, bara slagur, sko. Bara á klossunum? Já, hann er bara á klossunum, eitthvað sultur slagur, bara eitthvað að ræða fólki, sko. Nei, það er verið að tjekka á, þetta er alvöru, þetta er að vera með puttar á púlsinum. Ok, nú er ég hérna, ég er komin í annan stigarnam, sko. Ok. Það er fresh meat. Það er glænýtt kjöt í hvernig það er stemmarinn, sko. Já. Akkur svarar enginn, maður. Ekki að grínast. Ok, nú ég treyst á þetta. Lítið. Pétur. Já. Gast ekki farið í apótekið? Í apótekið, gera hvað? Nei, var ekki apótekarna í miðin á Pólísi? Jú. Ertu komin inn? Hvað segirðu? Ertu komin inn? Ég er komin inn maður. Og hérna, heyrðu, þetta er eitthvað voðan skítið maður. Nú? Þetta er eitthvað úti voðalega. Halló? Á daginn? Það er enginn hérna. Þú veist, ég er inn í stigagangi, svo þarf ég að fara út. Aftur, skilur, þetta er svona, þetta er blokk, þú veist, skilur mig. Já. Allar hurðirnar inn í íbúðirnar eru úti. Já, ég skil. Þetta er alveg stór enginn. Halló? Er stemmarinn? Hvernig er stemmarinn? Nei, það er enginn. Nei. Herru, mér sýnist á öllu að... Já, kæru hlustendur. Veit ég, bara að taka hérna. Ég hef alltaf trú á einum í lokin. Já. Halló? Á daginn? Öddi væri búinn að slaufa þessu, sko. Ég veit það. Herra, við segjum þetta gott í hvernig er stemmarinn. Við skulum vinda okkur í einhverja gæða músiksveppi, eða ekki? Jó, takk fyrir þetta, Pétur, en það svona í grunninn var góðu stemmari í hópnum af þeim sem þú hittir. Það var allir í góðan stemmara. Já, það er gott. Takk fyrir þetta, Pétur minn. Þú kemur hérna upp í stúdíum. Við ætlum að hlýða á góða tónlist og svo að sjálfsögðu förum við í flotta dagskrárliði eftir örskamma stund. Já, það er FM 95 Blöð sem er með ykkur hér á FM 95. Pétur Jóhann Sigfússon er að ganga í hús. Komin aftur. Ég veit ekki gamla hér, heyrðu. Já. Þetta var snillt. Þetta gekk ágætlega, hann í lokinn. Já, þetta var mjög fínt. Nei, gekk vel. Heyrðu, við erum að hringja. Öddi. Já, við hringjum þetta. Já. Ég held að við getum náða honum bara í beina núna, sko. Vistu vel að það? Já. Auðun! Já. Ertu þarna? Sattinur! Sattinur! Hvað segir Kjellur? Hvað segir Kjellur? Heyrðu! Það er Svepp og Pétur hérna á FM 95 Blöð, maður. Þú ert í beinni útsendingu, Ken. Ok, það er hvað maður segir. Já, það er eins gott að vera ekki með all lóðrétt niður um sig, sko. Það endar ég það sjálfnast. Hvar ertu núna? Ég er að labba í leigubíl á leiðinu Old Trafford. Er þetta ekki bara your proudest moment? Þetta er svona, ok, við hefum oft rætt það að auðmingin, Auðun Blöndal, hann á ekki börn eins og þig. Ég get svona ímynda mér að þegar konurnar ykkar mistu vatnið, þið þurft að keyra upp á sjúkrahús. Mér líður þannig núna. Ég er á leiðinu Old Trafford eins og ég fregnast babb. Þetta er svipuð tilfinning fyrir þig þegar þú ferði í leigubílinn á eftir. Já, það er bara eins og ég fór upp á sjúkrahús eignast babb. Já, en svo þegar að United tapar, þá er það svona eins og badnis... Nei, ekkert. Nei, ekkert. Hérna...
Tökum þetta tilbaka. Herðu, og ertu með ofurhuga með þér? Ofurhugi hérna beintir höfðarnir í gula gallanum. Hann í gula gallanum? Jöfnveld er gaman að heyra það, maður. Hann nú alltaf að reyna að komast aftur í sjónvarpið með gallan. Já, hann alltaf að reyna að komast aftur í sjónvarpið og hann núna að, nei, herru, hann látað dúfu éta úr kjaftinum á sér. Hann alveg rosaleg. Jöfnveld hann alltaf við alltaf til í að gera eitthvað svona ofurhuga stand. Já, hann alltaf til í flið. Herru, Hvernig þáttur búin að vera? Er þið búin að vera góður að? Já, þetta er búin að vera alveg frábært. Við vorum í dagskrárliðnum Shake á liðið. Shake á liði, ok. Og Pétur fór í ísbúð og það var ekki seldu shake, þannig að við breyttum því bara í hvað segir kjallinn. Nei, hvernig er stemmarinn, maður? Já, Við breytum því bara hvernig er stemmarinn. Já, ok. Mjög skemmtilegt. Þannig að þið að horfa á leikinn? Já, sko, við vorum að komast að þeirri niðurstöðu við Pétur að við erum örugglega ekki að fara að horfa á leikinn. Nei, strákar, ég veit að Sveppi horfa á leikinn, það kemur ekki óvart að Pétur horfa ekki á leikinn, Sveppi, þú horfir á leikinn. Já, ég ætla nú að horfa á hann, reyna að horfa á hann með öðru augunum, sko. Er þetta United West Ham eða hvað er þetta? Já, þetta er United West Ham. Pétur vissi ekki einu sinni hvernig fyrirleikurinn fór, sko. Jú, fyrirleikurinn fór 1-1. Hættu þessu Pétur. En hann sagði áðan Pétur, hann hefði mest gaman af því ef að Real myndi vinna. Nei, það það sem ég skil ekki, þetta eins og þú sagði, þú ert svo vitlaus. Já. Við erum mjög góðir vinir. Já. Vilt þú ekki að viniðinu líði vel? Nei, það er nú svona allur gangur á því. Fer eftir í hvaða vinur það er. Jú, auðvitað. Jú, veistu það. Vilt að mér líði ítla til leikinn? Nei, veistu hvað, ég sá Hemma Gunn á þann. Hann er í United búningnum sínum, hann er eins og rauð rullupilsa hérna frammi. Að farast úr spenningi. Já. Og þá hugsaði ég bara, veistu það, í dag er ég United maður. Það þekki ég þig. Það er ekki annað hægt. Nei, það þekki ég. Heyrðu, það hérna, eru menn ekkert að fá sér aðeins neðan í þarna? Nei, þetta er bara að kíkja á leikinn og hafa gaman. Já, ok, það er bara þannig. Þú lígur því. Eru menn, Þú ert búin að þrýsta einum, ég heyri það. Er búið að fá sér kannski á að geta að fá sér bjóri eitthvað svoleiðis? Já, maður fæst kannski eitt kaldan eftir leik. Já, endileg. Hvað voruð þið að gera? Eru þið ekki búin að vera á einhverju knæpunni, svona United knæpu, að svona syngja einhver lög? Nei, þetta er bara... Ég tók ræktina og er að fara að kíkja á leikinn. Já, fá sér samlöku að pretta mannsjö. Tókstu ræktina? Nei, herru, ég tók lemon hérna úti. Já, geðveik maður. Já, Jón Gunnar Geirdal, það er einn breskur hérna með lemon, hann er stórkostlegur staður. Lemon party. Tók lemon party. Herðu, við getum ekki endalegt verið að tala við auðum, það er fullt framundan í þættinum. Já, segin eru eigin og eitthvað eftir, er ekki einhverja dagskránir og eitthvað? Jú, við erum að fara að henda núna í vonda atið. Nei, við vorum í vonda atinu, það var mjög gott. Ok, og við erum að fara núna í frábæran dagskráli sem heitir Trufla símtal. Trufla símtal, já, ok, eru á tánum. Eru á tánum, voru mættir hérna eldsnemma maður. Eitt í dag maður. Jöfnveld fílaða. Það veit ég, þetta er í góðum höndum. Já, þetta er í góðum málum. Heyrðu, hafðu það gott og góða skemmtun. Takk fyrir það, ég heyri ykkur. Ok, vinnu, bye. Ok, bye. Heyrðu, þetta voru Auðun Blöndal í London. Nei, í Manchester. Manchester, hann er hérna, þetta er örugglega gaman. Það er gaman að fara á svona leik. Ég fór einhvern tíma með ykkur á einhvern leik. Já, ég meina, sérðu bara strák, eins og Auðun og Huga. Já. Sem eru búin að vera að sparka fótbolta á Sauðakróki, allt sitt líf. Og eru komnir þarna út í þennan stóra heim. Já, tveir, einir í stóra heiminum. Þetta er bara fullkomið fyrir þá, sko. Já, þetta er gaman. Sauðakróku.is. Og á meðan að þeir eru að gera þetta, að þá eru við hér. Já, kallið minn, að halda stemmingun uppi fyrir hlustendur og hér rétt handaf hotnum ætlum að vinda okkur beint í Trufla símtal, en fyrst þetta. Harlem Shake, það er eitthvað sem þú verður að gera. Nú hóðarðu í hóp, setur upptöku í gang og póstar þínu Harlem Shake myndbandi á Facebook síðu FM 957. FM 957 og Stimról veluna besta myndbandi. Það er aðeins ein regla. Stimról þarf að koma með einhverjum hætti fram í myndbandinu. Leikstjóri flottasta myndbandsins fær að launum glæsilega Samsung NX100 myndavél frá Orms
Jónsson Lámúla 8 og allir sem koma að myndvaðsgerðinni fá byrðir af Stimról tyggjó fyrir utan þá frábæru skemmtun sem þetta verður og Prins Pólo í kaupæti. Fáðu þér Stimról tyggjó og komdu í Harlem Shake. Fylgstu með á Facebook og FM 957. Ekki kominn tími á smá ferskleika í lífið þitt? Veldu Stimról tyggjó. Núna í pokum. Samsung NX100 með skiptanlegri linsu. Ein af frábærum Samsung myndavélum. Samsung-setri, síðumúla 9. Í tilefni á opnun Wilsons pizza í Grafarvogi munum við vera með geðveik opnunartilboð. 16 tómmu pizza með 2 áleggstegundum á 1000 kall. Eða þú velur pizza af matseðli með 40% afslætti. Nú eru Wilsons staðirnir orðnir 5. Pantaðu hana í síma 581 1515. Það dálítið sumar í næsta sólskili. Kynntu þér málið á solskili.is. Orkusalan. Við seljum rafmagn. Þau eru mögnuð, marstilboðin í 10.11. Maltasess á 399 krónur. React orkudrykkur á 119 krónur. Mountain Dew 33 centilítra á 99 krónur. Floridana virkni 33 centilítra á 199 krónur. 10.11, fljótlegt og þægilegt. Eigum fyrirliggjandi milljónir í miklu úrvali. Víkingalottó, alltaf á miðvikudögum. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. Hversu gott er grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtasmar á 1. FM 95 Blö, með ykkur hér á FM 957. Það er Pétur Jóhann Sigfússon. Jöp. Og Sverrir Þór Sverrisson sem eru með ykkur hér á þessum yndislega þriðju degi og við ætlum að vera með ykkur til klukkan 6 í dag, eða svona alltaf því. Já. Það fennum bara eftir hvað nefnum að sitja hérna lengi félagarnir. Já. En heyrðu, nú erum við nú aldeilis búinir að prófa að gera vont símat. Já. Og nú ætlum við að prófa eitthvað sem að þú aldrei prófað. Já. Og það er trublað símtal. Trublað símtal. Ég er til í það. Og það er mjög skemmtilegt ef að það hefnast og ef þið er að hlusta þá hefur það hefnast. Hvernig hérna, sko, yfirleitt þegar þið gerir þetta, þú veit því, þá er hann svona venjulegi maðurinn að hringja bara og kanna eitthvað. Já, það er svona... Þú að koma inn í þetta með... Já, með eitthvað rugl, sko. Já. Það hefur hent ágætlega. Ef ekki halda því þannig? Ef viltu prófa það? Ég held að þú ert ógeðslega góður í að koma svona inn í þetta. Hættu að segja þetta! Nei, þetta er rétt, maður. Hættu að segja þetta! Þannig að ég vel bara eitthvað að handa á eitthvað númer. Já, velur eitthvað númer, hringir í eitthvað fyrirtæki, helst þar sem að vonandi enginn er að hlusta á þennan þátt. Já, ég gæti trúa, ég er svona að vona að ég velji rétt hérna. Ok, og svo byrja ég að trufla og þetta er allt spurningu tímasetningar. Dæli Sigrún. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Já, heyrðu, ég ætla að kanna, Gunnar heiti ég. Sjálfblessu, ég ætla að kanna með hérna gistingu, ég er á svona ferðum landið með útlendingahóp. Já. Og þið eru að bjóða upp á gistingu, er það ekki? Það laust fyrir 1 klukkan 2. Hæ? Laust fyrir 1 klukkan 2. Hvað segirðu? Alls konar gistingu bara. Hvenær er það? Sko, við verðum í rauninni bara í byrjun næstu viku. Já. Hann er búinn að lokka sig út. Hvað segirðu? Næstu viku, segirðu. Hæ? Hvað snemma? Það er búið að lokka hann út. Bara mánudeginu líklega. Já. Seinni partinn á mánudag. Já. Þú verður að lokka þig út? Lokka mig út úr. Það er einhver hérna inn á línu hjá okkur. Inn á línunni? Það er einhver að tala við okkur. Já, sko... Hei þú. Er einhver á línunni? Það er örugglega farið. Já. Hérna... Er til herbergi fyrir allan mannskapinn, þá bara 1 rúma mann? Stort herbergi? Í einu herbergi? Já. Það eru korter í 2. Ef það er útdýrara. Þarna kom eitthvað aftur. 1945? Þetta er ekkert hvað. Ég á það ekki til. Ég gæti átt hérna, eru það hugsun svefnpokaplás? Ef það er útdýrara, já, þá er það alveg. Já, það er náttúrulega útdýrast. Þá á ég hérna gamalt íbúðarhús með 4 herbergjum. Það er allt út mýið. Er það allt út mýið, já? Hvað er út mýið? Það er þessi sem er á línunni að segja okkur það. Já, halló? Hver er einhver á línunni? Sko, ef það er ódýrar að fá þetta svefnpokaplás, að því að þetta er bara blánóttin. Já, einmitt. Við erum bara þarna að koma seint í rauninni. Já. Og svo verðum við farið snemma að stað daginn eftir. Ramma þetta inn. Þannig að ef það er ódýrar, sko.
Já, það breytir engu, það bara kostar nóttin vist, en ég myndi geta látið ykkur fá þetta á 3.000 á mannin, þá hefði bara þetta hús fyrir ykkur. Þakk. Farðu á línu, hver er þetta? Farðu á línunni. Halló? Það er enginn að svara okkur núna. Já, skil ekki svona fíblagang. Ertu ekki á venjulegri símalínu? TV11. Ég er bara að ringja, jú, bara úr vinnu símanum. TV11 Einar. Hver er þetta? Hæ? Ég veit ekki hvað þetta er. Þegið þú? Bara í mínum heim, það hefur eitthvað slegið saman bara eitthvað. Já, ég get látið rekja þetta. Já, þetta er allt í lagi. Ef með dónaskap og segja okkur að þegja. Nei, þetta er allt í lagi. Heyrðu, ég gæti látið þið fá gamla húsi. Öss. Hættu þessu. Gamla húsi, já. Þá eru þið með það alveg fyrir ykkur og það er smá setistofa og eldunarasta. Í hver ertu? Halló? Það er sem sagt, það er 3.000 á mannin. Bara í ból? Þegið þú? Þú ert bara í ból? Hættu að tala inn í línuna hér. Ykkur unglingur öruglega. Já, það ekki. Og þá er það 3.000 á mann, segir þú. Ég er að reyna að skrifa þetta niður, ég er bara svo pirraður á þessu gaspri. Ég get ekki annað að hleyja þessu. Það þýðir ekki til okkur annað en bara gaman á þessu. Helvítis fíblagangur. Já, það er allt í lagi. Hvað hérna? Ráterinn er búinn. Hvaða ráter? Allir út. Grjóthaltu kjafti. En þetta er dónalegt að segja svona. Já. Það er dónalegt að segja svona við fólk. Grjóthaltu kjafti sjálfur. Heldur þú myndir hafa einhvern áhuga á þessu? Halló? Já, hérna, skal ég segja þér einhvers konar gufubaði eða eitthvað slíkt hjá þér? Nei, það er nú kannski... Nei, það er bara ekki í gangi. Nei, en þú ert með það? Já. En heitan pott eða eitthvað slíkt? Það er allt gufað upp hérna. Já, það er hérna heitu potti við endan og íbúðarhúsinu hjá mér. En það er sko... Ekki orð frá þér mér. Það er svolítið... Hættu þessu, út! Það er bara mánu sturtuna, því það er þá bara ein sturta út í gamla hús og það þurfa náttúrulega allir að fara í sturta en að fara í pottina. Það er nú kannski erfitt að... Kaffi, bingo. En er potturinn opinn? Já, hann er opinn. Í notku, þannig að hópurinn gæti... 12. Já. Veistu það, þú sem ert að tala á línunni, ég get látið rekja þið símtalið og látið lögregluna hringi þig. Það nú er hann farinn örgulega. Skitt ekki þig? Herðu, mér finnst þetta svo dónalegt sem þetta að segja, næri ekki nokkur átt. Og segir ekki svona við fólk. Já. Gunnar heiti ég ætla ekki að fá að ringja aftur í því, ég ætla að tala um þetta hérna megin, mín megin. Já, ég set bara Gunnar og spurningamerki, þetta semst næsta mánudag. Þriðjudag, mánudag. Nei, mánudag. Þú ert hér, allir út. Ekki hlusta á það er mánudag, ekki þriðjudag. Já, ég veit að mánudag. Þegið þú, Sigríður? Ég á ekki til orðið yfir þetta. Fyrir ekki að ég verða að hlæja þessu, mér finnst þetta svo frálega. Það er kannski eina viti að hlæja bara þessu. Já. Ég set nafnið þitt og spurningamerki og viltu þú ekki bara verið í sambandi við mig? Akkaði kærlega fyrir þetta. Takk sem ég leiðis. Óttisöld. Já, bless. Já, bless. Hanna koma. Já. Hanna náðu þessu. Hún var ekki reyð, hún var ánægð með þetta. Hún var mínalegu res. Já, mér fannst þetta var nýtt tvist í þessu, sko. Já. Það var það, sko... Ég væri að segja þér að segja. Þegið þú. Rosa reyður. Það fannst mér svo ógæðslega fyndið. Þegið þú, þannig sem er á línunni. Þetta er dónalegt að segja svona við fólk. Það fannst mér gaman. Fáum meiri músík. Þetta er það sem að mér alltaf langar til að segja við þig þegar þú ert að koma inn í þessa línum. Þegið þú hana. Hinum einu línunni hana. Unglingaviti. Hérna á FM 957 í FM 95 Blu. Skemmtilegt símtal sem að kláraði þarna áðan. Þar sem að við trufluðum símtal. Já. Bara hressandi. Og ég er inn á djáf.is. Þú ert inn á, já. Og hér er fyrirsögn. Íslendingar reykja rúmt tonn af kannabisefnum á ári. Já. Þetta eru vantarlega góða fréttir. Það er hvað? Áætlað er að Íslendingar neyti 1000 kíló af kannabis á ári 700 kíló af amfetamíni. Vá. Ég ætla það mikið. Það er doldið mikið maður. Þetta kemur fram í fréttaskýringu Sölva Tryggvasonar undirheimana í djáf í dag. Já, Sölvi er nú búinn að fara að grennslast fyrir þetta. Sölvi er að stinga á kílum. Já. Pældi í tonn, hefur séð tonn af einhverju? Já, kallið minn. Ég hef séð tonn af sementi. Já, til dæmis. Það var að vinna í byggjaverður, sko. Já, þú veist, tonn sem þú þarft að setja til dæmis bara aftan á kerru. Já, það var bara... Taktu það út fyrir kannabisefni? Það voru bara, sko, skal ég segja, 20 pókar af sementi. Já, en það tonn? Hvað segirðu? Já, 50 kíló pókar. Sko, þeir voru 50 kíló. Skilur, en nú eru þau 40 kíló. Er búið að minnka? Já, það er náttúrulega bara, þú veist, það er bara, menn voru ekkert að ráða það 50 kílóin.
Ekki eftir að Sigfússon hætti og voru að vinna bara í útvarpi og slaka á. Þú tókst 50 kíla pókana og hendur þeim bara? Tók á öxlina, tók oft sinn kvott, skilur, á sína hvora öxlina. 100 kíló? Var bara með 100 kíló bara og þrammaði bara, hvað kerran með hann? Og eitthvað. En bara kerra, ég ekki með kerru. Hvað er bílinn? Ég er ekki með bíl. Þá bara hendi ég sér smettið að þeim. Nei, rosa harður starfsmæður í Víkingaverðarverslun. Nei, þannig að sko tonn af sementi, það voru 20 bókar á þessum tíma. Já, þetta svona svip. Já, þessi náttúrulega smiklaðinn til hansins. Já, og menn að bera þetta jafnvel í andaðarminum? Já, ekki tonn. Nei. Jú, það er mikið afrek, maður. Já. Ef að bara Ásgeir Páll á Bylgjunni var ég bara með tonn í Ég er nú ekki frá því að það væri nú bara ekkert mál að koma því fyrir maður. Nei, maður segir ekki svona. Nei, jú. Maður segir ekki svona, Sveppi. Nei. Ég tek þetta aftur. Þetta var algjörlega ég að hugsa upp á. Já, það hefur aldrei búið gott. Meira bara Ívar Guðmunds eða eitthvað. Já. Hann er með minni rass. Já, hann er ekki byggt með spari-rass. Nei. En það eru margir rassar í samfélaginu sem að getur mögulega að tekið þetta sér. Já, og það þarf mjög marga rassa til þess að bera tonn. Já, ég meina, en samt, það eru til einn og einn rass sem að ég get alveg nefnt hér og nú, sko, sem að geti tekið tonnið, sko. Já. Bara í einni ferð. Í einni ferð? Já. Ég er búinn að nefna einn. Nú komum við að þér. Það klúður einhverju? Já. Nei, maður segir. Hvað gerðist? Nei, við förum ekki svo langt. Nei, en það er allavega reykt tonn af kannabisefnum hérna á ári. Já, og það er fagnarefni að það skuli ekki vera meira. Í rauninni, já. Skilur, það væri hræðilegt ef þetta væri 2 tonn. Já. En það er náttúrulega hræðilegt ef þetta er tonn. Já, fyrir bara í rauninni, þetta er bara allt saman. En sumi vilja meina að kannabis sé, veist, ekkert verra en brennivíni, sko. Nei. Brennivíni, sko, það hefur nú drekkt fleirum en hafið, sko. Já, ég er alveg. Skilur. Já. Hældi ef allir niður í bæjum helgar væri bara reykjandi kannabis, enginn væri fullur. Já. Væri menn að slást? Nei. Væri menn að stinga hvern annan? Held ég. Ertu að stinga einhvern í hassvímu? Já, held ég veit ekki alveg. Hvernig ert þú þegar þú ert búin að reykja þig bólufriðin upp í Hafnarfirði? Þegar þú ert nýbúin að kýla fötum með kerling og törunni síðan heima hjá þér. Það er ekki alltaf slagir hérna. Þú ert ekkert eitthvað að sækja hnífinn? Nei, reyndar ekki, maður væri ekkert í því. Nei. Herru, kæru hlustendur, það styttist í lagið og leiðinni heim og það styttist í annan endan á þættinum. Það er nú bara örstutt. Styttist í afturöndan á honum. Þú ert ótrúlega, Pétur. Það er búin forréttind að fá að vera með þér hérna. Sömuleiðis. Við ætlum að hugsa lagið og leiðinni heim. Já. Og það verður eitthvað snillt. Já. Nú fáum við alveg að ráða. Jú, þú. Já. Við þurfum að vera sammála. Þangað til þetta. Já. Þetta er að skera. Góðar. Gerðu leikinn skemmtilegri. Tippað á lengjuna. 1x2 við tippum. FM 95 blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Hversu gott er brúnt karamellunissa? Húðflúraði flóðhest hvað það er gott. Nissa. Litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmar á 1. Já, FM 95 blöðu hérna á FM 957, hvað segir þau? Þú getur fengið þarna sófa bara eftir máli. Já. Það er bara að læta mæla á þér aftur. Nei, alltaf, talum bara raska. Kaupið bara sófa, byrjar að mæla út hvað rassinu verður stór. Já. Og svo bara eitthvað sem þú smellpassar í. Það eru bara menn bara sem að smíða sófa fyrir þig. FM 957 á FM 957 á FM 957. Já, klukkan er alveg að vera 6. Minn kæri Pétur Jón. Já, nú fyrir við að segja þetta gott. Já, nú fyrir við að vera búin að þessu. En það er náttúrulega dagskrárliðurinn sem að allir er að bíða eftir. Lagið á leiðinni heim. Það er lagið á leiðinni heim og það hefur, sko, uppalvega held ég að þetta væri nú alltaf bara svona eitthvað Stones og Pink Floyd og eitthvað svona, sko, sem er svona mitt stöf. Já. Öddi er aðeins búin að vikka þetta út og er búin að vera að spila svona alls konar. Svo kem ég. Svo kemur þú með þitt stöf og svona. Og vikkaði þig ennþá meira. Ennþá meira út, sko. Já, þú varst má stengleima þessu bandi. Já, en sko, lagið á leiðinni heim núna er það gott. Já.
og það ætti jafnvel að koma fólki fyrr heim heldur en venjulega. Já, fólk á þetta að stiga á bensínu þetta kveikir í öllum sko. En mér langar að segja þig Sveppi, það búið að vera opbúslega mikill heiður fyrir mig að fá að vera þetta með þér í dag. Sömuleiðis. Bara takk fyrir það maður. Já, bara takk fyrir það að ég valla verðugur einhvern veginn. Jó, valla. Já, þú getur ekki ímyndað hvernig mér líður að vera með þér. Hæ? Hvernig ég er bara teflon húðaður. Já. Þetta er ótrúlegt, ég er láréttur. Þú ert láréttur? Já. Og mediumur er? Mediumur er maður, alveg solid 7-5. Solid 7-5. Já, kærum hlustendur, nú er að gera bara halla aftur augunum. Já, nema þeir sem er að sitja undir stýri. Já. Því kannski ættu að skella upp sólglerunum. Því þetta er lagið á leiðinni heim. Veistu hvað lagið þetta er? Já, ég veit nákvæmlega, við völdum það saman. Já. Heyrðu? Byrjunin og þeir. Það tala yfir þetta. Það er valla hægt að tala yfir það, sko. Introið er langt og gott. Og þetta sá ég lag live einu sinni. Hérna í höllinni. Ég líka. Og það var yndislegt. Kæri Pétur, það er búið að vera heiður að vera með þér. Sömuleiðis. Kæru hlustendur, hér á morgun verða þeir Steindi og Bent með ykkur. Já. Og þá er alveg tími til þess að hlusta milli 4 og 6. Ég ætla ekki að tala yfir lagið á leiðinni heim. Við þakkum kærlega fyrir okkur. Þangað til næst. Hversu gott er blátt hrísgrúnunissa? Temdu apa hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmár á 1. Já, ég með. Ég kom ekki að þetta. Einn á. Neina. Já! Gerðu leikinn skemmtilegri. Tippað á lengjuna. 1x2 við tippum.